Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég er með góðan gest hjá mér, Skerjafjarða skáldið Kristján Hreinsson, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert hingað komin til þess að ræða við mig einfaldar útfarir og já, deyjandi hefðir fyrir lifandi fólk, þetta er ný bók. Já, hún kemur út eftir hálfa mánuð, kemur í búðir eftir hálfa mánuð, þannig að ég ætla að vona að þátturinn verði endurfluttur þegar að bókin kemur út. Já, ég lofa því bara hér með. Ég vil lofa, já. En já, og þetta sem sagt átti að koma út í fyrra en svo hefur þetta tafist og svona og ég bý á Ítalíu þannig að ég er búin að vera að gefa út aðra bækur og svona þannig að ég frestaði þess en þetta er komið út núna og einfaldar útfarir, allir velkomnir, deyjandi hefðir fyrir lifandi fólk. Þetta er svona kjarnir er sagður með þessum titlum sko. Þetta snýst það að ég fór að skoða það hvers vegna það kostar 1,5 milljón að deyja á Íslandi. Og síðan byrjaði ég að garfa í þessu og var að skrifa svona pistla og fór að hringja í mann og annan og allstaðar sem ég hringdi í útfararstofur og spurði hvað kostar ódýrasta útför. Það var mér sagt, þú sleppur aldrei með minna en 700.000. Og ég fór svona veltaði fyrir mig byttun við, samkvæmt lögum þá er búið að borga fyrir brennslu. Engu að síður er mér sagt að ég þurfa að kaupa kistu til þess að brenna lík. Og þetta kemur ekki heim og saman, þannig að það er alveg á hreinu. Ef að það búið að borga fyrir eitthvað, þá er ekki hægt að láta mig borga fyrir það. Það er bara þannig, það er eins og að fara í strætó, borga fargjaldi og þurfa svo að borga aukalega fyrir að kíkja út um gluggann. Þegar þú segir búið að borga þá ertu að tala með sköttum. Með sköttum er búið að greiða fyrir líkbrennslu og greftrun. Og það er búið að greiða fyrir grafreit. Og svo getur hann verið af ýmsum toga. En svo, sagt, ég hringi á mig var að skrifa, þá hringdi ég það bil 100 stofnanir og spurði, ég sagði, ef ég með lík af frænda mínum, sem var frekar leiðilegur maður og enginn vildi neitt með hafa og ég þarf að fara með lík hans, það er upp á Borgarspítala, ég þarf að fara með það yfir í líkbrennsluna og hvað á ég að gera? Undantekningarlaust var mér sagt að ég þurfti að tala við prest og útfararstofu. En ég komst að því að ég get alveg tala við hest og ljósmyndastofu því að prestur og útfararstofa hafa ekkert með dauða þessa frænda míns að gera, að vísa hann að skáldaður. En ef hvort sem hann hefði verið til eður ei, þá er þetta, hafa þessar stofnanir ekkert með dauða hans að gera. Þessi skáldaði maður, hann vildi láta brenna sig og dreifa öskunni. En mér er samt sagt að ég þurfa að tala við prest og útfararstofu. Til hvers? Já, ég veit ekki, segðu mér. Það er nefnilega málið. Það er vegna þess að það eru peningar í spilinu. Okkur er sagt að útför sé nauðsynleg. Það er vegna þess að það eru alls konar peningar sem hanga á spýtunni. Það er alveg röð af atvikum sem að búa til peninga og það eru blóm og það er prestur og það er kista og það er allt mögulegt. Tónlistaratriði og söngvarar og kórar og allt mögulegt og það er og síðan erfidrykkja. Ég heyrði af erfidrykkju sem kostaði 3,5 milljón. Það var vissu fyrirmenni sem að þar fór en sko og ég hef heyrt að útför sem kostaði 7 milljónir þar sem að fólk greiddi 7 milljónir fyrir útför. Þetta er kannski alveg allt í lagi, ég er ekki að segja það. En ég er aftur á móti að benda á það að það er til sá kostur að hafa einfalda útför. Og hvernig fer maður eiginlega að því? Einföld útför hjá þessum skáldaða frænda mínum hefði getað verið þannig, samkvæmt lagana hljóðan og samkvæmt öllum leifum sem að ég er búin að kynna mér, að þá þarf það eina sem ég þarf ég má, ef ég er komið dánarvottorð og ég er sá sem á að sjá útföruna,
þá má ég fara upp á Borgarspítala á mínum einkabíl, sækja líkið af frænda mínum, setja það í framsætið hjá mér, fara með það upp í bálstofu, láta brenna líkið, mæta með sultukrukku og segja þeim að setja öskuna í þessa krukku. Síðan má ég fara út á rúmsjó að ósk þessa látna frænda minns og dreifa öskunni. Já, það má. Þetta má. En það er nú kannski ekki beint svona geðslegt að vera með dáin frænda sinn í framsætinu. Nei, ég er ekkert að taka neina afstöðu, sko. Og ég tek heldur enga afstöðu til trúar eða helgi siða eða neitt. Ég bara sé að þetta eru hefðir sem er búið að búa til. Hefðir eru mannanna tilbúningur, sko. Og við verðum átt okkur á því og það er ekkert heilagt við þetta hjá mér. Ég sé ekkert heilagt við að einhver sé dáinn, eitthvað lík. Ég þarf ekkert að bera meiri virðingu fyrir líki heldur en fyrir hurðarhún. Sko, ég sé það ekki. Ég ber virðingu fyrir lífinu sem að maðurinn lifði og hvernig persóna þetta var. En líki sem slíkt, í mínum huga mætti alveg kalla það hræ, skilurðu. Ég sé ekkert hvers vegna einhver orðhengilsháttur eigi að fylgja mér áfram með einhverju svona formerkjum að það megi ekki tala svona eða hinsegin eitthvað. En sko, maður einmitt að segja kannski, leiðilegu frændi sem að enginn vildi neitt með hafa. Já. Og svo kannski setur maður sig í spor foreldra sem að missa börn og þá á þetta nú kannski ekki alveg við. Nei, ég er heldur ekkert að allt svona sem að hljóma eins og alhæfingar í mínu orðana hljóðan, þú veist, auðvitað þarf maður að setja sér bara í spor hvers og eins og taka tillit til þess, það er ekkert annað í boði, sko. Já, þetta eru í rauninni, svona upplýsingar fyrir þá sem að telja þetta eiga við sig. Já, í raun og veru, sko, þetta eru upplýsingar allt varðandi það sögu útfara og hvernig þetta hefur verið og hvernig þetta er í ýmsum öðru löndum. Ég meina það er til í löndum það eru til siðir þar sem að líkin eru bókstaflega þurrkuð upp og afinn og amman það er dustaðið rykið og þau eru tekin í veislur þegar að svo beru við. Já, ég held ég nú sé heimildamyndum svona, það er alls konar hefðir þetta. En hver var kveikjan að þessari bók? Sko, kveikjan að þessari bók var í raun og veru svo að ég fór að pæla í þessu með hvers vegna það er sagt að þurfa að kosta 1,5 eða 700.000 að deyja og ég skrifaði lítið kvæði sem að heitir Fyrirmæli og þar segi ég að ég vilji ekki hafa neitt tildur í kringum minn dauða, vilji hvorki prest nýja kirkju og engin blóm og ekki neitt og engan minnisvarða og enga gröf og ekki neitt, bara ég vilji bara... Get ég plattaði til þess að lesa þetta ljóð, Fyrirmælin? Já, þetta er einhvers staðar... Blaðsíðu 7? Blaðsíðu 7, já. Þetta hljómar svona, heitir Fyrirmæli. Þegar fer ég fyrir rest, skal fylgja ráði þessu. Enga kistu, engan prest og enga fjandans messu. Ekkert tildur, ekkert hjóm, engin minnisvarði. Engin kross og engin blóm, engin gröf í garði. Ósku mína eignast má, indæl jarðar gróði. Og ævi mín skal alúð fá í einu stuttu ljóði. Þetta setur þú á Facebook? Þetta setti ég á Facebook og fekk líka svona yfirhalningu. Það var alls konar fólk sem réðist að mér, prestar, einn sérstaklega og fleiri en einn og sérsagt fólk, og það sem ég ritaði í kringum þetta líka, fólk var að segja mér það að ég hefði ekki leyfi til að tala svona. Ég hefði ekki leyfi til að taka það frá
sonum mínum að þeir ætluðu sér að hafa útför eða eitthvað slíkt og þess vegna reisa mér einhvern minnisvarða. En ég heldur ekkert að taka eitt eða neitt af einum eða neinum. Ég bara að segja, þetta eru mín fyrirmæli, ef það verður ekki farið eftir þeim, þá verð ég ekki hér til þess að refsa eða rífa kjaft. Ég ríf kjaft á meðan ég hér. Við komum alltaf aftur og aftur að alhæfingunum. Á meðan ég var að byrja að skrifa þetta og þá fekk ég alls konar símtöl frá fólki, ég fekk bókstaflega hótanir. Já. Það ringdi í mig fólk sem í útfara bransanum, eins og ég segi, og fólk sem sagði mér að ég skildi ekki halda að ég kæmist upp með að tala svona. Að ég skildi ekki halda að ég geti komist upp með að tala niður útfarir. Fannst þeim það að þú vera svona vanhelga dauðan eða þá sem látnir eru? Já, ég fekk aldeilis að heyra það, að ég væri að vanhelga dauðan. En ég hef alveg leyfi til að sjá ekkert heilagt við dauðan. Ég hef aldrei trúað á neitt Guð og aldrei verið í neinum tengslum við einhver, ég hef alveg sagt Guð hjálpiður og annað slíkt og ég hef ort sálma og ég hef gert alls konar. Það koma sálmar fyrir Guðir fyrir í mörgum af mínum söngtekstum og ljóðum. Það engin spurning, en ég hef aldrei trúað sjálfur. Ég hef bara gert það fyrir annað fólk. Þú bara skrifa fyrir aðra? Já. En hvað þú byrjaði á Ítalíu, nú eru Ítalir mjög trúræknir, kaþólikar. Já. Hvernig heldur þessi bók myndi leggjast í þitt heimafólk á Ítalíu? Ég held að þetta myndi falla í mjög góðan jarðveg á Ítalíu. Já. Við erum búin að skoða það að þýða þetta og búin að tala við fólk sem hefur með þetta að gera. Ítalir eru náttúrulega, það alltaf, páfinn alltaf að kemur hverri viku og páfi hefur að vera að ræða við Guð og þeir eru, að setla deilur fyrir botni Miðjarðarhafs og þeir eru búin að ákveða að refsa Pútín og svona það vantar ekki, við fáum alltaf páfan annars lagi og nýji páfinn Leo er ofsalega vinsæll og svona, þetta Ítalir eru svolítið svona skemmtilegir í þessum trúamálum sínu, þeir signa sig, þeir ganga fram á kirkjum og svona og gefa fólki sem fátæklingu sem eru nálægt kirkjum og svona og ég meina ég fór daginn, það var mikill Íslandsvinur kall sem að dó og við fórum í svona kveðjustund í kirkju og það bókstaflega það leiðilegasta sem ég hef lent í ég hef lent í alls konar leiðilegu fólki og svona þessi athöfn var alveg bara algjörlega bottskrapan af öllu sem til Þú var svona þurr þá? Þetta var bara þannig að þetta var svona, það voru 2 prestar sem að þuldu þegar að Kristur fjall frá og Guð fórna á honum í nokkra daga og allt það og alveg svakalegu missir, ég meina hver myndi ekki vilja fórna sinum í einhverja 2-3 daga og lefa honum síðan að standa upp og ég meina, en svo var kona út í sal sem að las í mikrofón, stuttan texta alltaf annars lagi og svo komu Maríubænirnar og það voru alltaf 10 sinnum endurteknar Þetta var svo hrútlega, þú getur ekki ímyndað þetta meir en klukkustund. En svo ég held að Ítalir sé ekkert meira trúaðir heldur en Íslendingar og ekki þannig, það ekki trúabrögð eru í raun og veru töluvert mikið á undanhaldi held ég á Vesturlöndum allavega. En svo til bókstafstrú hjá öðru fólki og það mun væntanlega ná yfirhöndinni í heimi vorum einhver tíman og þá erum við neitt til þess að fara að einhverjum nýjum helgisíðum varðandi greftrun og brennslu og annars Heldur það, ég annars ætla að fara neitt sérstaklega út í það, þá vakti athygli mína kaflinn númer 9 útför skrautsýninga því að þetta er svona ákveðin skrautsýning af vissu leyti og svona eins og þú talar þannig 10 Maríubænir og svona hitt og þetta svona Er það svo? Já, og þú veist, já, ég held að þetta sé, þú veist, að fólk einhvern veginn
það þetta, fyrir mér eftirlifendur, eru þau kannski, er þetta eitthvað svona uppfylling í... Þetta er friðþæging, samviskubitt? Já, samviskubitt. Sko, ég veit dæmi og ég nefni hérna dæmi í bókinni og ég veit dæmi úr bara sem sagt af fólki sem ég bókstaflega þekkti vel og hafði kynni af og hef frá fólki sem vinnur á elliheimilum að til í stöðinni að maður hefur dáið án þess að hafa fengið heimsókn í marga mánuði. En kirkjan var stappfull. Það komu allir í útförina. Það komu enginn, ekki einu sinni börnin hans eða barnabörn komu að heimsækja á elliheimilið. Þetta skýtur svolítið skökku við samkvæmt svona minni heimspeki og þetta að sýna fólki gæsku. Ætlum við að fara að sýna mannunum gæsku loksins þegar hann er dauður. En maður getur nú samt alveg skilið að hérna samviskubitið svona rekið mann áfram. Þetta sé síðasti séns. Þetta er síðasti séns til þess að votta einhverjum ættingum samúð og með því að svona þykjast vera óbúslega góður. Ég held að það sé. Eða kannski bara að maður átta sig allt og seint. Já, en ég meina þú hafðir alveg jafnvel 3, 4, 5 ár til þess að heimsækja mannin en gerðir það ekki en mæti svo í jafnvel í kisturlagningu og allan pakkan og ég veit það ekki, mér finnst þetta svolítið kauðust einhvern veginn þegar svona er gert. Ég ætla að myndi reyna að komast hjá því að taka þátt í svona Já, en þegar þú talar að útfarið þurfi ekki að kosta neitt veistu til þess að það hafi verið reynt á þetta? Það hefur reynt á þetta þannig var að þegar ég var að byrja að skoða þetta þá hafði ég samband við alls konar yfirvald og byrjaði á að þræta þetta með bæði get ég verið þrjóskur og ansi svona ég er úrræðagóður varðandi það að finna leiðindi hjá öðru fólki og þannig að ég svona fór að spyrja óþægilegra spurninga. Ég fór að spyrja því býtunum við, á hverju þarf að kaupa kistu ef að það er búið að borga fyrir? Þá var mér sagt að ofnarnir sem eru notaði, þeir eru svo lélegir að það yrði að fá eldsneyti. Þannig að, það er búið að borga fyrir brennsluna, engu að síður þarf ég að skaffa kistu sem eldsneyti fyrir líkið til þess að brenni. Þetta gengur ekki upp, sagði ég. Og ég talaði við lögmann og sá lögmaður sagði mér að ef að fólk myndi bókstaflega fara í mál við ríkið og heimta að það fengi endurgreiddar kisturnar sem voru notaðar sem eldsneyti, þá myndi ríkið tapa málunum. Já, þú heldur það? Já, ég meina það er búið að borga fyrir útförina okkur að fara að borga eldsneyti aukalega. Hvernig stendur það því? Ef þú far með leigubíl og svo ertu rukkuð eldsneyti þegar þú ert komin á leiðarenda, ég meina þetta er ekki þannig að það sé hægt að segja eitt og gera annað. Það er búið að greiða fyrir líkbrennsluna og þá átt þú ekki að þurfa að kaupa eldi við. En þeir sagði við mig að þegar ég var að byrja að tala um þetta við yfirvöld og þá sagði þeir að þú gæti þess að komið þá bara með timbur eða eitthvað ef því mér ekki að kaupa kistu. Þú mæta bara með timbur svona hrúaði með? Ef ég vildi gera það. Okay. En ég vil ekki gera það. Nei. Ég er alveg harður á því ef ég ætlaði mér að láta brenna einhvern þá myndi ég ekki borga krónu í eldi við. Kemur ekki til greina. Það er búið að greiða fyrir þetta og þá er búið að greiða fyrir þetta. Og ég er í raun og veru að sýna svolítið gott fordæmi með þessu vegna þess að það á ekkert að vera hægt að valta yfir okkur með því að segja eitt og gera annað. En það er alltaf gert og fólk sættir sig alltaf við það. Það er kannski svolítið auðvelt líka að láta fólk sætta sig við hluti þegar það er í sorginni. Akkurat. Þarna er nefnilega svolítið alltaf verið að skáka í skjóli þess að fólk syrgjendur að ræða. Maður sagði mér að það tíðkast að lík hefur komið í dýrum kistum á staði þar sem átt að fara að brenna og að það hefur verið brennt í ódýrari kistum og að aðstandendur hefði ekki viljað þiggja dýrukistuna
aftur eða talið að það hafi verið brennt í inni eða hvernig sem það var. En þetta svolítið allt mjög sérkennilegt og það eru algjörlega það eru skýra reglur um hvað má grafa og hvernig, en það hvergi alveg skýrt það hvort að það þurfi nauðsynlega að grafa í kistu. Þannig að sko, ég vil bara þetta sé allt á hreinu og ég reyni að kafa hér og hvernig stendur á því að þegar ég spyr 100 stofnanir að því hvað ég á að gera, af hverju svara mér allir og segja mér að ég þurfa að tala við útfararstofu og prest, þegar ég þarf ekki að gera það. Ég þarf ekki að tala við neina útfararstofu. Okkur sagt að útför sé nauðsynleg, en útför ekkert nauðsynleg. Nei, og það svo sem hægt að hafa hana með hverjum hættunum sem en það var eitthvað tímann tíðkuðist nú svona húskveðjur. Jú. Þá var fólk nú bara heima hjá sér. Já. Í alltaf bara viku, jafnvel. Og ég veit til þess líka að það gert enn, ég veit til þess að fólk hefur haft svona bara, og ég minnist á það til dæmis þegar Jón Múli dó, þá var engin athöfn í kirkju, það var bara í salnum, þar bara hittist fólk og fleiri dæmi veit ég og kona hafði samband við mig sem að hún hafði gert það þannig þegar maðurinn hennar dó að það fór eiginlega bara allt fram í kyrþey og ekkert gerðist, sko, það kom ég nánast ekkert fram að hann hafi dáið. Þú kallar allavega eftir því að fólk hafi fleiri valmöguleika heldur en þessa, eða svona bendir á það að það sé margt annað í boði heldur en að fara eftir þessum típisku hefðum. Akkúrat, sko, hefðirnar eru líka svolítið spillandi vegna þess að okkur sagt að maður þurfi að vera sorgmæddur. Sko, það ekkert sjálfgefið og líka, ég meina, ég þekki fólk og hef kynst fólk í gegnum tíðina sem í sorg í mörg ár og alltaf að velta sér upp úr dauða þessa eða hins. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað mein galla og þetta megi ekki, en ég að segja, mér finnst þetta að skjóta svolítið skökku við vegna þess að dauði bara svona endanleg afgreiðsla lífs einhvers manns. Hann bara fellur frá og hann bara dáinn og hann verður ekkert reistur við. Það alveg sama hvað við grenjum og alveg sama hvað við tautum og raulum og byrtum myndir á Facebook og segjum að þetta sé svona og svona og svona og mér líði svo illa og svo illa og svo illa. Það mun ekkert batna. Nei, en það ekki bara en það ekki bara þarf fólk ekki líka bara að fá að hafa sínar tilfinningar einhvern veginn? Jú, en það sem ég að segja að sko það fyrsta sem maður á að gera, það að sætta sig við það að einhver fellur frá. Þá getur maður byrjað að vinna í minningunum og láta minningarnar vera læknandi. En ef maður byrjar á sorginu og fer að vorkenna sjálfum sér fyrir að hafa mist einhvern, þá maður að grafa sér ennþá dýpri hólu með degi hverjum. Með því að horfast í augu við dauðan og sætta sig við hann, sætta sig við orðin hlut, þá getur þið farið að draga til þín minningar og fagrar hugsanir. Þetta sem ég að benda á og sem mér finnst vera svona heimspekilega að tala mjög skynsamleg leið. Já, skynsalegt. Já, en hvort að fólk tilbúið til að fara þá leið, það veit ég ekki. Sko, í dag það lyfjameðferðir við sorg. Já, við sorg ég við mitt. Einhvern tímann fjallaði ég nú það að fólk sem að missir sér eitthvað nákominni að fara oft svona boð frá heimilislækni upp á að fá róandi lyf. Já, það alveg margar tegundir lyfja sem bara bókstaflega eru við sorgarferli. Já, þá erum við bara komið með stórt samfélagsvandamáli, við getum ekki tekist á við tilfinningar okkar. Náttúrulega, og ef að dauði einhvers þarf að kalla á sjúkdómsgreiningu hjá fjölskyldunni, þá þetta svolítið furðulegt samhengi, sko. Einhver deyr og allir hinnir verða veikir, skilur, og þurfa að fá lyf. Það gengur ekki upp. Og eflaust ekki það sem hinn látni vildi eftir lifendum. Nei, ég ætla að leyfa mér að fullvirða það. Það held ég að sé alveg á hreinu. Og líka, sko, ég meina, ég kynnti mér, það eru batteri, það eru alls konar teymi sem að fólk getur komist í.
og alls konar sálfræði meðferð og geðlækna meðferð og allt mögulegt. En þetta ekki bara gott dæmi það hvernig svona kapitalistkerfi í okkar samfélagi og samfélögum, bara svona nútíma vestrænu samfélögum, finnur einhverja leið til þess að hagnast og svona gróðavæða hvað sem Algjörlega. Það það sem þetta snýst Ég fæ engan annan botn í þetta. Ég fæ ekki þann botn að það sé vera að hjálpa fólki því að þá myndi maður bara byrja á því að segja, það sem það að gera bara að horfast í augu við þetta og segja, ég sáttur við að þessi manneskja sé dáin vegna þess að ég get ekki annað. Ég á engan annan kost en að sætta mig við það. Sama hversu ósáttur ég þykist vera og vilji vera, þá get ég ekki annað en sætt mig við það ef einhver deyr. Ég meina, ég hef gengið í gegnum alls konar. Á meðan ég var að skrifa þetta, og þá dó stjúpsonur minn. Og ég Samhryggist. Já, þakkaði fyrir það. Ég lenti í alls konar svona hremmingu varðandi það. Þar var okkur sagt til að byrja með að það myndi kosta 450.000 að koma líkinu til Íslands eða koma öskunni til Íslands. En svo þegar við fórum og skoðuðum málið og þegar ég fór inn í málið og fór að tala við rétta fólkið, þá kom í ljósa að þetta kostaði okkur ekki neitt. Nú? Já. Það þurfti til að flytja hann á milli? Ég meina, það búið að borga fyrir brennslu, það búið að borga fyrir á allir Skandinavíu, ef einhver deyr í Skandinavíu, mjög margt fólk það byrja bara að borga það sem að útfararstofan setur upp og svo það ekkert að pæli því. Það borgar með glöðugeði 450.000 fyrir að fá ástvinin í krukku heim til Íslands og geta gengið frá sínum hlutum. Ég meina, og það var ekki að verið nískusakir eða sparnaðar aðgerð að ég neitaði að borga þetta, heldur vildi ég bara að láta vita af því að svona þetta. Það búið að greiða fyrir þetta og þá þarf ekki að greiða fyrir það aftur. Og bókin kemur út eftir 2 vikur. 2 vikur, já. Já, og verður hægt að nálgast hana? Hún verður í öllum betri bókabúðum, skilst mér. Ég ætla rétt að vona að svo fari og ég sem flestir lesi þetta því að ég held að ég sé að gera mörgum gott með því að svona skoða þessa hluti frá A til Ö. Já, svona með öðrum augum allavega. Já, já, ég leyfi mér alltaf að vera skáldlegur, ég leyfi mér líka alltaf að vera svolítið heimspekingur, ég hef verið uppnefndur heimspekingur og uppnefndur skáld alveg frá því að mann eftir mér, sko. Þannig ég tek upp svona með sjálfum mér, sko, að kafa í hluti og svona, já, velta mér algjörlega, velta öllum steinum við og skoða frá A til Ö, þannig að þetta bara svona eina mínu leiðum og ég meina oft vinna við að koma saman svona 100-200 blaðsina bók, vinnan nokkur 100 blaðsíður í viðbót, sko. Já, það bara skera af. Já. Það þannig, sko. Já. Og ég hefði getað haldið lengi áfram varðandi þetta en ég svona ákvaða að setja punktin við og koma þessu frá mig því að ég held að sko einfaldar útfarir, það eitthvað sem koma skal og ég held að ég geti opnað augum margra með þessu. Þetta einfaldar útfarir, ég vildi tala ódýrar útfarir fyrst, en Helgi P. Ríó Tríó, hann gaukaði ég með 3 ára og ég nefnaði Helgi gaukaði ég með að þetta einfaldar útfarir, það miklu fallegra og ég komst að því að svo það einfaldar útfarir sko einföld útför á ekki að þurfa að kosta nokkuð skapaðan hlut en hún held ég að geti skilað fólki miklu meiri mennsku heldur en eitthvað tildur og hjóm sem að stöðugt verið að sækjast eftir. Og þú vilt, óskar eftir sjálfboðaliðum sem eru tilbúnir að stofna samtökum þessar einföldu ódýru útfarir. Já, ég gerði það þarna á sínum tíma en ég held að það þurfi að vera til svona ríkisbatteri í raun og veru. Þar sem að þegar einhver deyr þá á að segja þér svona átt að fara í gegnum einhvers konar ferli, segja þetta þarf ekki að kosta þig neitt, þú þarft ekki að tala við prest eða neitt, við bara þessi stofnun sér bara
þig og segi þér það fyrst og fremst að þú þarfst að byrja að sætta þig við þetta. Og síðan, sem sagt, ef að þú vilt láta brenna líkið eða grafa í kistu eða eitthvað slíkt, að þá munum við sjá það bara og síðan getið þið mætt með ykkar fólk eða viljið. En þetta á ekki að vera þannig að þurfi að vera með einhverja skrúðgöngu sem að kostar hellingapeningum og blóma haf, ég meina. Og ekkert allir hafa endilega ráð á. Einmitt. Líka það eitt að fólk hefur skuldsett sig bórstallega, fjölskyldur hafa skuldsett sig vegna útfara. Það hefur gert, ég mörg dæmi þess veit ég og ég hef heyrt svo margar svo skrýtnar sögur, þú veist, á meðan ég var að gera það, óteljandi andlit sem að ég sá fyrir mér sem að voru að segja mér hitt og þetta varðandi furðulegustu aðgerðir í útfaramálum, sko. Prestar sem að mættu í erfidrykkina til að rukka, sko, einhvern veginn finnst mér þetta allt svolítið skjóta skökku við, ég verð að segja það. Það er bara... Ég er sammála því, við þurfum að tala meira döðan. Ég held að... Já, það er að tala meira döðan og tala líka sáttina, sko. Akkurat. Sáttin er svolítið gleymt fyrirbæri. Sátt, til dæmis að vera sátt við að vera ósamála, það er eiginlega alveg glatað. Pappi sagði þetta, þú veist, þeir voru margir bræðurnir og þeir voru, þú veist, að rífast, en þeir höfðu eitt motto, þeir kunnu að vera sammála að vera ósamála. Og ég lærði þetta ekki aftur fyrir en að ég var bara orðin 60 en því að það var mitt samfélag var búið að taka þetta frá mér, sko. Það var ekki til. Já, og það er hægt að vera ósammála þessu en það hafa allir gott að því að víkka hugan og fá fleiri hugmyndir. Kristján Hreinsson, skerjafræðingur skáld og heimspekingur, þakka kærlega fyrir að koma hérna og segja okkur frá bókinni Einfaldar útfarir, allir velkomnir, sem eru deyjandi hefðir fyrir lifandi fólk. Og dokkið við það meira hér handan við hlé. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is